Í þessu dæmi hefur forgangsröð aðgerða mikið að segja og við skulum hafa það í huga að við höldum áfram að skipta upp dæmunum út frá því að mínus og plús skipta dæmum upp í liði. Við skulum líka hafa í huga að við eigum að byrja á svigunum. Við byrjum alltaf að finna út útkomunar úr svigunum og við megum síðan ekki gleyma því að ef það er ekkert formerki á milli tölu og sviga þá er að ræða margföldun. Svona. En hún er venjulega ekki skrifuð inn í dæmi. En nú skulum við þá byrja á þessu, við skulum bara skipta dæmin upp í liði. Og svona, við erum hérna með 3 liði, en við skulum byrja á svigunum. 18 kemur þá hérna niður óbreytt. 3 sinnum útkomun úr svigunum. Í þessu tilfelli er það 5. Plús 2 sinnum útkoman úr þessum sviga hér og hann er 8. Svona. Og þá lítur nú dæmið öllu einfaldar út og höfum þá áfram í huga að plús og mínus skipta liðum. Þannig að við skulum byrja á að margfalda þá saman liðina. 18 verður óbreytt. Við erum með mínus 3 sinnum 5, mínus 15, plús 2 sinnum 8, sem er þá 16. Og 18 mínus 15 er 3 og 3 plús 16 er 19. Þannig að við erum komið með útkomu upp á 19 og það er okkar loka svar.